Við setjum heilsu í fókus í þættinum í dag, hugleiðsla, meðvirkni og kraftlyftingar en byrjum á hvernig verjast má haustpestunum. Tími haustpestanna runnin upp og vilji maður ekki liggja í rúminu á þessum fallega árstíma, þá að gera að styrkja ofnæmiskerfið. Berglind Jónsdóttir hér í Heilsuhúsinu á Akureyri. Hvað eru þið að ráðleggja fólki að gera svona til þess að fyrirbyggja það að lenda í haustpestunum? Nú, það náttúrulega bara að stuðla góðu jafnvægi, líkamlegu jafnvægi og höfum gjarnan bent á hreinsun til þess að koma jafnvægi á líffæri og byrjum gjarnan á því að benda hérna á ýmsar vörur sem við eigum til. Við eigum ýmist vöru úrval til þess sem gjarnan þá andoxi og C-vítamín ríkar jurtir. Svo erum við hérna með D-vítamín sem hefur gjarnan verið haft góð áhrif á ofnæmiskerfið, eins með góð fjölvítamín þar sem þá hugað að amínósýrum og öllum B-vítamínum. A-vítamín hefur gjarnan verið notað til þess að styrkja ofnæmiskerfið og gegn öllum svona krónískum sjúkdómum. En þú segir hreinsun, ertu að meina detox þá eða? Já, það má eiginlega kalla það svona erlendu máli. Og þá erum við að tala um þetta að detoxa líffærin, lifur og gall og meltingarfærin eins og þau leggja sig, af því að þaðan kemur oft uppruni þessara pesta, það úr meltingarfærunum. En þegar þú ert að tala um inntöku á þessum vítamínum sem varst að telja einn upp, dugar að byrja bara á þessu núna í september, verður maður ekki að hafa tekið þetta eiginlega allt árið eða hvað tekur langan tíma að byggja upp ofnæmiskerfið svo maður sleppi við þessar klassísku haustpestir? Það væri mjög gott að byrja að sumri til. Þá náttúrulega þessi heiti tími og gott að byggja upp og gott fæði einnig. Við höfum þetta íslenska í náttúrunni þá. En aftur á móti þá erum við náttúrulega með mjög flott efni í náttúrunni einnig eins og bláber og annars slíkt sem andoxandi. Það hægt að koma í veg fyrir að fá þessar flensur ef maður náttúrulega tímanlega. En einnig þegar þær eru komnar að þá erum við með til dæmis eins og gerla sem mjög gott en það aldrei of seint að fara í svona hreinsanir. Það náttúrulega bara til að hjálpa okkur og styrkja. Við erum náttúrulega með flottar oljur einnig. Svo erum við hérna með oreganoolju sem bakteríudrepandi og að hjálpa til við að ýta út óhreinindum. Ólífulaufið hefur gjarnan verið notað líka ef það eitthvað komið í lungu eða í sínusana, þá ennis og kynhólur. Það að ýta út slímlosandi og vendandi í rauninni. En nú hefur kannski hvítlaukurinn og engi verið það sem flestir grípa til þegar einhver svona veikindi eru. Þú ert ekkert að nefna það hérna? Nei, það náttúrulega eitthvað sem við fáum gjarnan í fæðunni einnig og við eigum það líka í þá hærri tíðni í töfluformi, þá búið að einangra, þannig að það getur einfalda kannski inntöku ef manni finnst þetta ekki gott, þannig séð. En það sem við gjarnan mælum einnig með upp á að geta nýtt þessa hluti og brotið þá rétt niður, það að fá sér góð meltingarensím. Og þarna eins og við sjáum að þá fyrir við alltaf inn í meltinguna aftur. Þannig að það eiginlega bara að halda vel utan um meltinguna og taka svona rétt hlutföll, þannig að gæta að í rauninni hlutfallin á milli milta ofnæmiskerfisins og lifrarinnar. Að þetta sé í jafnvægi og hvítlaukur mjög flott og inniheldur mjög þetta allisín sem þá mjög virkt og gott fyrir lifrina og eins með í rauninni ensímgjafi og fyrir miltað. En það svona, þetta getur verið ákveðið tímabil sem maður tekur þessa hluti og hugað breytileika, að hafa þetta svolítið fjölbreytt. Takk kærlega fyrir öll þessi góðu ráð, Berglind, en við skulum heyra hvaða töfraráð almenningur lumar á gegn haustpestunum. Það eiga jú allir einhver ráð í handráðanum þegar kvefið og hálsærindin banka upp á. Ætla þessi ekki bara gamla góða tugga, bara klæða sig vel og ég meina bara spritt líka og vera kannski ekki ofan í einhverjum sem með pesti, en ekkert fleira. Tekur ekki neitt ákveðið inn til þess að forðast það að verða lasin? Nei, nei.
Hreinlæti og góðu klæðnaður, það eru þín ráð. Já, ætli það ekki. Ég er bara hraust, þú fæði ekki pestir. Bara svipað, tvisvar sinnum í síðustu 20 árum. Ertu að meina þetta? Já. Og hvað gerur eiginlega til þess að viðhalda svona góðri heilsu? Tekur eitthvað ákveðið inn? Borða hollan mat, íslenska landbúnaðarvöru. Sama hér. Ég elda sko og hann borðar. Já, nú veit ég ekki. Ég fæ voða sjaldan kvef, þannig ég veit það bara ekki. Gerur eitthvað fyrirbyggjandi til þess að halda góðri heilsu? Nei. Þú ert bara eina af þessum heppnu sem færði ekki neitt? Ætli það ekki? Þannig þú ert ekki að taka inn neitt sérstakt? Nei. Ég teki vitamín stundum. Vitaminar. Göngutúr. Á maður að fara út í göngutúr farveikur? Það sjálfsög. Þú veist að það besta fyrir líkamann er að hreyfa sig í fersku lofti. Kannski á Akureyri. Þannig að ég bara útskýrt það bara mjög einfalt. Vandamál Íslands í dag er ofát verkjalyfja. En það verður fólk að sjá sjálft. Ég til að mynda hef aldrei getað skilið það af hverju fólk verður alltaf veikt að hausti. Ég næ þess ekki vegna þess að allt sem þú borðar fer í ónæmiskerfið þar. Ef þú hugsar rétt hvað þú setur í munninn á þér, þá verður þú aldrei veik eða veikur. Svo einfalt er það. Hugleiðsla, jóga og jákvæð hugsun er eitthvað sem skiptir æ fleira fólk máli. Við kynnum okkur Raja jóga sem hjálpar okkur að temja hugan og finna innri frið. Ég er komin hérna inn í hugleiðslu skólan Lótusinn sem hefur verið starfræktur hér á Akureyri í 3 ár. Þetta er skóli, Sigrún, og þú ert nemandi. Út af hvað gengur námið? Námið gengur í meginatriðum út það að kynnast sjálfum sér. Og þetta er svona hugleiðslu skóli þar sem að við lærum þessa hugleiðslu, Raja jóga hugleiðslu. Þessi skóli er starfræktur út allan heim. Heitir Brahma Kumaris World Spiritual University og við lærum Raja jóga hugleiðslu. Þó það heiti jóga þá er engin líkamleg, það er margir rugla saman hugleiðslu og svo jóga eins og er mjög víða þekkt að það er líkamshreyfingar. Þetta snýst meira að hugleiða. Raunin er íslenska orðið hugleiðsla mjög gott orð. Það segir svo margt þetta. Þetta er að temja hugan, stjórna honum og hægja honum, fækka hugsunum. Maður heyrir einmitt að þetta er orðið miklu hærra. Það er meira talað þetta. Fólk virðist þrá þessa ró, innri ró. Er hugleiðslan leið til þess? Algjörlega. Og bara ef ég tala út frá mér að þá var ég að leita að innri frið. Þegar ég fann þennan skóla og vantaði, það var svona ókyrrð og óróleiki inn í mér og hér fann ég innri frið. Hvernig fannst hann? Hvernig finnur maður hann? Finnur maður friðinn? Já. Sko ég fór náttúrulega fyrst á þetta námskeið 2008 og þá var engin svona miðstöðina og einhvern veginn það var svona eitthvað svona bling, ég get ekki alveg útskýrt það, en þegar ég fór í þessar hugleiðslur þá var svona, fann ég fyrir þessum, það var eitthvað sem snerti mig og svo er ég búin að, vorum við nokkur saman að hugleiða fyrstu 2 árin og svo opnaði þessi miðstöð fyrir 3 árum og þá fór ég að gera þetta daglegri iðkun og ég finn alveg bara algjörlega mun á deginum, ég hugleiði alltaf á morgnana, ef ég var góð að hugleiðsla á morgnana, þá er svona meira jafnvægi allan deginn. Það fer minna úrskeiðis, svona allt gengur betur upp og maður svona leggja grunn að deginum með því að hugleiða á morgnana. En þetta er náttúrulega viss aðferð sem við notum, svo að Þess vegna er þetta skóli. Já, þess vegna er skóli og einhvern veginn, maður er aldrei búinn. Það er endalaust hægt að finna meiri frið, það er endalaust hægt að vinna meira í sjálfum sér. Þetta er líka svolítið að finna það sem að truflar mann dagstælega, eins og það ef maður hræðist eitthvað, eða er kvíðinn eða út af sleginn eða reiður eða eitthvað af þessum þáttum sem að valda neikvæðum tilfinningum. Að vinna úr þeim, vinna svolítið með þær.
Þannig að þið vinnið svolítið út frá því að fyrst kemur hugsun og síðan kemur líðan, síðan kemur tilfinning. Já, í rauninu, sko, þið getur ekki liðið nema að hugsa fyrst. Akkurat. Það er ekki hægt að vera hamingjusamur á þess að hugsa hamingjusamur tilfinningu, nei hugsun. Það heldur ekki, sko, tilfinningar skapast út frá hugsunum. Og við vinnum svolítið mikið með hugsanirnar. Því að hugurinn, maður stoppar hugan ekki svo auðveldlega, þó að við hægjum á honum, en fóðra hugan, gefa honum verkefni sem eru jákvæð. Sem sagt, hugsa jákvætt, finna jákvæðar staðhæfingar og gefa huganum það til þess að vinna með. En ef maður er nú með allt í rugli og manni líður ekkert vel, hvernig getur maður róað hugan? Hvernig getur maður verið orðið jákvæður? Þetta hljómar oft svo einfalt en er svo fjanderfitt. Þetta er æfing og ég segi besta leiðin er að stunda hugleiðslu. Ég markvisst í hugleiðslu og gera hverju minnsta degi, þá tekur þá tíma til þess að kyrra hugan, alveg markvisst. Og það hefur áhrif á allt. Ég segi ef allt er í messi, þá tekur það kannski svolítið lengri tíma, en þetta er hægt. Þeir sem eru að horfa á okkur núna og hugsa, já, þetta er eitthvað sem ég myndi vilja prófa. Oft er það peningar sem stoppa fólk frá því að fara að leita sér einhvers. Er þetta ókeypis eða? Já, í rauninni tökum við ekkert gjald fyrir námskeiðin hér eða nokkur sem er í gangi. Hér eru reglulega námskeið, það eru alltaf, má eiginlega segja nánast, í hverjum einasta mánuði grunnnámskeið í ræðujóga og annars lagið námskeið í jákvæðri hugsun og svo eru ýmsir fyrirlestrar og námskeið annars lagið og við tökum ekkert gjald fyrir en þetta er starfsemin er rekin á frjálsum framlögum. Svo hver og einn ræður hvort hann leggur eitthvað til. Svo það á ekki að stoppa neitt að koma hingað út af því að kosti. En þið eru ekki bara bundin hér við Akureyri, þið farið víðar? Já, við erum reyndar þetta, sko það eru 2 miðstöðvar í Íslandi, það er Lótushús í Garðabæ, Garðatorgi í Garðabæ og svo Lótusin í Akureyri og þeir sem vilja kynna sér hvað er í gangi geta farið inn á lotushus.is. Það er dagskráin fyrir báða þessa staði. Svo höfum við verið með námskeið bæði víða í kringum höfuðborgarsvæðið og svo hér fyrir norðan. Það er búið að námskeið á Blönduósi og Ólafsfirði, Sauðárkrók, Kópaskeri, hér og þar og fyrir nokkrum árum á Húsavík og það eru svona reglulegar hugleiðslur á Sauðárkrók. Einu sinni í mánuði, allavega í vetramánuðina, fljótlega verður námskeið þar aftur. Og við stefnum á að fara á Austurland fljótlega. Það svona er í farvatninu þó að sé ekki búið að negla það niður hvenar en við vonum að við getum verið með námskeið á Egilsstöðum fljótlega. Þannig að þið ætla að breiða út í ákvæða hugsun? Já og ræðujóga. Allir eiga að læra að ræðujóga.